Velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María Ómarsdóttir Og ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson. og þið eruð að hlusta á síðasta þáttinn í seríu 10. Já, og ef þú ert að horfa á netinu þá erum við í jólapeysum og við erum að taka þetta fyrir jól. Ef þú ert ekki að horfa þá erum við að lýsa þið fyrir þér eitthvað. Já, að við erum í jólapeysum. Svava er með ljós á jólapeysunum sínum. Já, reyndar Jólapeysunni. er ég með 3 ljós, bara 2 virka. Já, en svona er þetta, það getur ekki allt verið fullkomið. Nei, það er rétt. Það er rétt. Það eru einar fréttir kannski, við veitum ekki alveg hvernig næsta sería Trú og líf verður. Það er Eða rétt. hvort hún verður. Þannig að Svava þarf að díla við svolítið veikindi í fjölskyldunni sem hún þarf að sinna. Og við erum svona að biðja við því og pæli við því hvað við erum að gera. Við erum búin að gera þetta í 10 serjur núna. 10. Við erum að klára þáttinn núna. Já, 10. seríuna og við erum svona að pæla í hvernig næsta ár lítur út. Þannig já, að einmitt. mér líður skringilega með að gera þetta einn eftir að við erum búin að vera svona lengi saman. Já, þið með bara endilega vera beðandi Já, fyrir því með okkur ef að Guð minnir á okkur að beða fyrir að drottin mætti sína sinn vilja yes. kringum það allt saman. Ég hins vegar er búin að tjá mig það við Gunnar að ég væri mjög leið að missa þessu vegna þess að ég hef mjög gaman að því að gera Búið þetta gaman. með Gunnari mínum. En í síðasta spurningin sem við ætlum að taka fyrir í dag hljóðar svona: hefðir manna búið? Jók. Já, við erum að fara að tala um hefðir í kirkjunni Já, sem að eru kannski meira mannahefðir heldur en biblilegar svona hefðir. Biblilegar svona skipan. þetta er ekkert sagt sko. Þetta er ekkert sagt í einhverjum svona, þetta er ekkert eitthvað svona hefðir manna sem eru ekki biblíulegar, ekki þannig. Þetta er bara svona, Já, hefðir getur verið góðar. Já, Getur verið slæmar. Getur verið góðar, getur verið slæmar. Getur verið nútral. Já, eins og Gunnar Ingi kom skemmtilega orðið að því áðan þegar við vorum að klára að borða frammi. Jólin eru sérst ein hefð. Já, jólin er tannlega sem mannahefð. En það er bara, en við erum að lyfta frelsar okkur upp hérna í þeirri hefð. Þegar ég tala um jólin, þá er ég ekki að tala um fæðingu frelsarans, heldur er ég að tala um dagsinninguna 25. desember. Já, einmitt. Þannig að það er hvergi Og kannski allt í hægt að kringum finna þá það dagsetningu í eins Biblíunni. og jólatréð og hefðirnar, jólasveinarnir. Já, fullt að hefðum í kringum það. Já. Og reyndar finnst mér líklegt að þetta hefur ekki gerst í kringum þetta árstímabil, fæðing Jesú. Það eru heyrðar út í Haga. Ég hef farið til Ísrael í janúar og það er frekar kalt. Þetta snjóaði þar í fyrsta skipti í 10 ár þegar ég var típist Íslandingurinn. Ég kom bara með, ég hugsaði bara þetta er með Austurlöndum, þetta kemur bara með bóli, en þetta var bara nokkuð kalt. Þannig að þetta líklegast ekki gerst á þessum ástíma, en það er búið til hefð með því að segja 25. desember þá ætlum við að fagna þessum biblíulega raunveruleika sannleika að Jesús hafi fæðst og komið til okkar. Frelsarinn kom og opinberaðist okkur sem barn. Já, í jötu. Já, þannig að mér langaði að taka það fram. Það er ekkit endilega hefðir eru eitthvað sjálfkrafa slæmar og ég held að flestar hefðir byrja ekkit endilega út af einhverju það sé eitthvað vandamáli eða eitthvað svoleiðis. Það er oftast búið til eitthvað sem lausn við vandamáli. Eða ég hef tekið þessu sumt byrjar sem persónuleg sannfæring einhvers eins manns og byrjar svo að taka svona vinda upp á sig og svo áður nú veist af og þá er þetta orðið bara eitthvað svona við gerum þetta, við veitum ekki alveg af hverju en það er svona, reynda stundum endur þetta illa þegar að einhver tekur sína persónulega sannfæring og segir þú verður að gera þetta annars ertu ekki biblíur eins og ég. Já. Einmitt. Og það getur kannski skapast út frá bara þegar við erum að lesa kannski eitthvað í biblíunni vantilega, við getum skapað hefðir sem að eða lifnarhátt eða hefðir, kannski, það er kannski á ekki alveg við að því að hefðir er eins og ég fór kirkjunni þá var til dæmis, þá var það þekkt dæmi að kristnir þeir föstuðu á miðvikudögum og föstudögum þess vegna er föstudagur kallaður föstudagur það er fastandi dagur og það hefur örugglega bara byrjað sem einhver góð hugmynd hjá einhverjum einstakling sem bara með persónulega sannfæringum ég ætla að fasta hverju viku svo allt í hennu vindur þetta upp á sig og árinu veist af að þá er þetta bara orðið eitthvað svona dæmi sem að allir fylgja og er ekkert endilega að pæla í hvort það sé eitthvað persónulega sannfæring fyrir mig en við sjáum samt að Jesús sjálfur var ekki á móti hefðum þannig að við sjáum að hann fer í ljósaháttíðina í Jerúsalem og Hanukka eins og gyðingarnir fagna núna jólatímabilið en sú hátíð
finnir þú ekki í reikningunum, það gerist á milli Malaki og Mattíus Mattíus og Guðspjall, þannig að á 400 árunum á milli að þá eru makkubeðanir að berjast við Grikkina og annað eins og þá kemur þessi hátíð í ljós og þegar Jesús í reikningunum þá tekur hann þátt í til og með þessari hefð sem ekki beint í reikningunum en já það vandamál þegar hefð vera vandamáli eða lögmáli að lögmáli, já, ég að reyna að hugsa svona eitthvað, þú veist, hvað getur verið sem við erum að standa fram fyrir núna já en allavega kannski byrja á þessu sem að Jesús sagði við farisæna Markus og Guðspjallið 7:8 já, er þetta alltaf leið, ég breytti þess ekki já. Þetta er svona hvernig sem samantekt Þið hafi lagt boðor Guðs til hliðar og haldið fast við erfikenningu manna Markus og Guðspjall 7:8 og þannig sjáum við að hefðir vandamál fyrir og ég taka sem dæmi hefðir það sama á erfikenning já og það ógeðslega fyndið út að til dæmis farisæjanir, þeir voru á tíma Jesú að þeir voru að reyna að fylgja öllu lögmálinu og þeir voru að reyna að fylgja því fullkomlega þannig að þeir geti fengið að sjá Messias og svo kemur Messias til þeirra og hann sér hvað þeir að gera þannig að í Gamla testamentinu eru 613 reglur og það sem farisæjarnir gera að segja hvernig vitum við sem að halda allar þessar reglur fullkomlega, við þurfum að skilgreina og þannig að þá komum við með alls konar hefðir í kringum til dæmis ok, hvernig lítur það út fyrir mig að vinna ekki á hvíldardegi við þurfum að passa að brjóða þessa reglu ekki og þá var það til dæmis að konur mátt ekki plokka augnhárin sín augabrúnar ég rugla alltaf hvernig ég á að segja þetta augabrúnar út af því að þá voru konur að stunda uppskeru og þá voru að brjóta á því að hvílast á hvíldadeginum og mátti halda á bleki sem var nóg fyrir eitt staf en ekki of marga og þá varstu byrjar að bera byrði og þá varstu byrjar að brjóta þetta þannig að þau voru búin að búa til alls konar hefðir í kringum það að hvernig það lítur út að fylgja sínum reglum og þannig að vandamálið ekki að þeir höfðu hefðir heldur að þeir byrju að upphefja sínar hefðir þannig að þeir voru jafngild eða jafnvel æðri orði Guðs og þú sérð allt í Mattíus og Guðspjalli í 5., 7. og 7. kafla að sumt er tekið úr reikningunum þegar Jesús segir þið hafi heyrt en sumt þið hafi lesið sumt er tekið úr kenningum þeirra sem þeir höfðu eða sem voru hefði þeirra og segið þið hafi heyrt þetta og hitt en ég er komin til að brjóta það niður Já, hefðir, ég meina þegar hausinn minn endrast að hugsa bara með þetta, þú veist, bara svona hefðir en það getur til dæmis þá verið bara eins og til dæmis bara hvernig ljós við ætlum að nota hvernig ljós við erum alltaf að nota á sunnudum eða hvernig teppi eða við ætlum að þegar við höldum samkomur þá á að opna dyrnar svona, loka þeim svona þú veist. Já, og vera með, þú veist, þetta er uppröðunin á samkominni uppröðunin á samkominni Orgel er gott dæmi það á Íslandi Orgel er eitthvað svona, bæði það er ekkert í reikningunum orgel var ekki fundið upp í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu en orgel er orðið svona, við verðum að hafa orgel ef við ætlum að vera kirkja eða þá að ef að kirkja ætlar að losa sig við orgel þá getur það bara verið, hvað ert að gera? Þú er bara leið okkur út í einhverja villitrú svona. Og það er alls konar svona sem verður alltaf þú veist, kannski stundum vandamál út af því að spurningin í rauninni ætti ekki að vera eru við með hefðir, ég held að sé alltaf lægi að hafa hefðir, heldur hvernig virka þær eru þær æðri Guði eða hans orði höldum við að þeir séu jafnar Guði eða höldum við að einhver hefð sé raunverulega í reikningunum þegar það er ekki í reikningunum eða binda þér samviskuna þína á þann hátt að reikningin fá ekki lengur að ráða hvað þú hefur frelsi til að gera og hvað þú hefur frelsi til að sleppa þig að gera Já, emmett Já, ég held að langt síðan að ég hef kannski lent í einhverjum svona þú veist með einhverjum svona hefðir sko sem að, eða reyndar ég er að hugsa bara út frá sjálf mér en þú þurfti nú einu svona að tala við mig eitthvað þegar ég var eitthvað að tala að ég vildi alltaf hvernig var þetta að syngja eitthvað svona lög ekki inn í samkomunni eða eitthvað svona eitthvað og þú veist alltaf hvað getur ekki bara gert það inn í samkomunni eitthvað svona, þetta er bara lofgjörlög og ég eitthvað, nei þetta þurfa að vera sérlög sérlög, já eða þú veist ekki partur eða þú veist ekki að segja það
Já, Þetta er það bara- var einmitt, við ólust upp í þannig kirkju, það var alltaf eitt sérlag sem Já. að þú þurftur að gera og já, ég var Mhm. eitthvað þú varst að, já, ég man að þú varst að ströggla rosalega við þetta, hvað ég gerði við þetta lag, ég næ ekki að trúið inn eitthvað. Já, þú veist, mér langar að taka þetta og ég ætla að segja það þegar samkomin er búin en þú varst bara, hvað gerur þetta ekki bara í lóðkjörlugunum þú veist, Já, ég er bara, nei, en það á ekki að vera já. En já, versi sem ég var að nefna áðan með Jesú sem að tók þátt í hefðum sjálfur var í Jóhannesarguðspjalli í 10. kafla, versi 22 þá segir að nú var vígsluhátíð í Jerúsalem og komin vetur og Jesús gekk í salnagöngum Salomons í helgidómnum og þannig þetta er það sem að Hanukkah er, ég man ekki hvað ég kallaði þetta áðan, ljóshátíð eða eitthvað svoleiðis. Ljósahátíð gyðinga. Já, en hann tók þátt í þessu, hann mótmælti ekki, hann fordæmdi ekki þessa hefð og það kennir okkur eitthvað mikilvægt að hefð sem kannski finnst ekki einu sinni í reikningunum er ekki sjálfkrafa röng og spurningin er bara, já, setjum við þetta í æðra sæti heldur en Biblíuna sjálfa. Já, er það í rauninni að hvetja þig í rauninni til þess að brjóta eitthvað aðra sem sagt, í rauninni að fara gegn orðið Guðs okkur um öðrum stað? Já. Þú veist, er hefðin að íta þér undir það? Þú veist, að vera þá bara eitthvað dómhörð á náungaðin eða eitthvað svona, þú veist. Og eitt af fyrsta sem ég hugsaði var að koma vel klædd í kirkju og ég held að það sé eitthvað svona hefð á Íslandi að ég verða að koma í mínum, þetta er líka bandreikunum, my Sunday best eitthvað svona, alltaf, ég þoldi þetta ekki sem krakki, ég var alltaf að greiða hári á mér og fara í skyrtu og vera með það að gyrta og eitthvað svona og þetta er bara óbiblíulegt, við skulum bara koma sem sóðar en ég held að þú veist, einmitt ég veit að það eru nokkrir í kirkjun okkar sem væri svona, getur ekki verið bara í jakkafötum alltaf, það var ekki geggjað, veist en ég held að stundum að þá kannski gefið það þá mynd af fólki sem lappar inn og er ekki í jakkafötum að þetta snúist það sem er í ytra þú veist, og ég fíla alveg jakkaföt en þú veist, að hafa að setja svona mynd að ég þurfi að dressa mig upp til þess að svona impressa Guð sko, að gangi augun á honum og sína hann hversu flottur ég er og það er svo sem ekkert slæmt að vilja koma í sínum bestu fötum á sunnudum og þegar ég skil fólk sem segir hei, mér langar að gefa Guði það besta og það er kannski persónuleg sannfærings eins en þú veist, þetta geti farið of langt, það geti farið til dæmis á móti í Jakobsbréfinu í öðrum kafla að þá talar hann sérstaklega á móti því að fara ekki manngreiningar álit og hann talar hvað gerur ef eitthvað ríkur kemur inn í söfnuðin lætur hann setjast í bestu sætunum og segir við fátæka fólki að vera aftast og sá sem er snirtilegur og lítur vel út ætlar að gefa honum meiri lof heldur en þeir sem hafa kannski ekki neitt og þannig að þá getur það verið að fara að koma á móti því sem að Guð sagði okkur að gera og gæti þá orðið eitthvað verra svo fyrsta Samúelsbók 16:7 sagði okkur maðurinn lítur á ásýndina en drottin lítur á hjartað já, einmitt þannig að spurningin er ekki þegar endilega ertu nógu vel klæddur heldur ef þú kemur inn í söfnu Guðis finnst þér þú vera velkomin og ertu komið hjartað til þess að gefa Guði frekar en bara bestu fötin já, einmitt já, þetta er líka bara maður þarf að vera rosalega svona þegar kemur að hefðum manna þá er þetta mestuleitin alltaf bara svolítið að líta inn á við þú veist og sjá hvort þetta sé og beða Guðum að svona greina er eitthvað í mér sem að ég læti upp sem að gæti sem er kannski ekkert slæmt núna en gæti orðið eitthvað vandamál fyrir mig skilju og hann við erum svo fljóta þetta í eitthvað svona kannski eitthvað svona hefðir akkur allir það sé alltaf sé að því að þú veist, við erum rútínufólk eða þú veist, það finnst gott að hafa allt svona eitthvað þú veist, en Guðs líf er svo ekki þannig já, ég held að þetta sé líka samfélagslegt ég líka, þú veist, ég er pætt í þessu þú veist, þegar að sjá jarðarfarir og brúðkaup minnst það var rosalega áhugavert þegar ég les Biblíuna, það er engin lýsing á brúðkaupi eða jarðarfar það er bara ekkert en samt er rosalega mikið sem að, þú veist, ef þú ferði í brúðkaup eða jarðarför út í Nígeríu og ef þú ferði í brúðkaup eða jarðarför á Íslandi að þá eru mikið að hefðum sem tengjast í mjög öðruvísi hefðir er ekkert slæmar í sjálfu sér þeir eru bæði að fagna einhverjum raunveruleika þú veist, það tala bara að
gifting sé gefið á Guði og þú veist, en það að fylla það af hefðum til þess að gera á sinn hátt í sinni menningu þú veist, respekta einhvern eða gefa einhverjum virðingu og að minnast einhvers ekkert endilega slæmt en getur orðið, þú veist, þegar það byrjar að vera á par við Biblíuna þá getur orðið svona vandamál. Já, mitt. Kannski þetta líka, þú veist, ef maður að reyna halda einhverjum ákveðnum tímaramma, þú veist, ef þetta eitthvað svona maður vil ekki að þetta sé bara eitthvað svona eitthvað, eða fólk mæti að þá sé það ekki bara svona eitthvað. Já. Skilur það veit ekki hvernig það fara losna eða eitthvað, þú veist, ekki losna en bara svona búið, þú veist, gera ráð fyrir en það kannski, einmitt þú segir, samfélagslegt að því litum til að því að allt í dag, þú veist, þú átt að vera mættur þanga klukkan þetta og svo þú átt að gera þetta klukkan þetta. Já. Þú veist, það kannski spila líka inn í, þú veist, einmitt bara á svona struktúr á, eins og segir, jarðarförum og annað, skilur, allt svona viðburðir. Já. Og mögulega þetta líka bara sérstaklega með jarðarfarir, þú veist, ég hugsa að það sé gott að hafa struktúr þegar þú ert í miðjunni á sorginni og svona, þú veist, hvað ég að fara að plana eitthvað bara frá nulli okkur núna í staðan fyrir að hafa bara, nei, ok, svona gerum við þetta. Svona virðum við minningu eitthvað og hvernig virðing lítur út getur við menningaleg. Þú veist, þú getur við sagt lífssöguna þeirra, þú veist, eins og við gerum mjög mikið í íslenskum jarðarförum eða til dæmis í sumum afrískum löndum og þá er bara dansað við jarðarför, dansað með kistuna til þess að fagna lífinu þeirra og það fyrir Íslendingum getur verið bara hvað er það að gera? Það er dáin, ákveð að dansa þannig að getur verið mismundi en ef við taka smá pásu og koma eftir. Já, vá, það er fljótilega. Sjáumst þetta smá. Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja hefur ákveðið að búa til reikning sér fyrir trú og líf þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessi þætti, halda upp í heimasíðu ef ykkur auka peningur til staðar getur kannski farið að gera eitthvað heimildamindir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem er algjörlega til staðar fyrir bara trú og líf. Reikningurinn er 0357 22 00 4667 og kennitalan er 610 111 0920. Hæ, heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna þér kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og er. Þú ert hjartanlega velkomin. Heyrðu, svo langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúolíf.is og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðu þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í. Jó. Velkomin aftur þegar að hlusta á þáttinn Trú og líf með Gunnar og Sögu Maríu, síðasta þáttinn í seríunni, 10. seríu. Já, og útsendinginni hér í Kópavogi. Það er gott að búa í Kópavogi. Já, ég veit ekki hvað ég sagði þetta. Við erum að tala um mannahefðir innan kirknanna. Já, og ég held að það sé einmitt gott að hafa Rómarbréfið 14 í huga ef þú vilt heimavinnu. Rómarbréfið 14 að tala um persónulega sannfæringu fólks sem gerir grein og það er ein hefð til dæmis bara samkomur á sunnudum. Það er ekkert í reikningunni sem segir okkur að við eigum að hafa það er sagt, þú veist, lýsir að það eru bréf og annað sem að lýsa því að þeir hittust á fyrsta dag vikunar en það er ekkert sem að segja að þetta verði að vera svona. Já, ég veit. Og þannig að það er ýmislegt og það er mitt í Rómarbréfinu 14 þá er hann að tala sumir gerir greinamun á dögunum aðrir tala alla daga að jafna og hver hafi sína persónulegu samfélagi. En alltaf sé sunnudagur að því að þú veist Guð hvíldist á sunnudegi eða eitthvað? Nei, það er hvíldardagurinn. Það er 7. dagurinn. 1. dag vikurinnar er þegar Jesús reis upp frá dauðum. En að kenningin er svo að kristnir byrjuðu að hittast á sunnudögum út af því að Jesús reis upp á sunnudögum. Og eins og gyðingarnir héldu upp á 7. daginn er út af því að þá hvíldist Jesú eftir fyrstu sköpun sína að á sunnudögum hittist kristnir einstaklingar út af því að þá reis hann upp frá dauðum og þá hvílist Guð eftir seinni sköpun sína sem er kirkjan og sitt fólk og þá byrjaði kirkjan að hittast á sunnudögum. En og eftir rosalega góð pæling á baku þetta mér fáir sem kannski pæla í af hverju við gerum þetta en já okay. En svo er ýmislegt svona eins og sem mér finnst vera bara ekkert endla, það er eins og barnaskil þetta er orðið svona mjög mikil hefð á Íslandi, meðal annars hjá fólki sem er ekki einu sinni kristið sko, sem hefur mjög sterkar skoðanir á því
að þú skýri börnin þín og hvernig það sé gert og annað eins, þú veist, og mér er það menningalegt að orðið fyrir skýrn sem á að vera skýr eitthvað í trúalegu samhengi líka orðið samnefni við að nefna eitthvað einstakling og þannig að í reikningunum þá sérðu ekkert dæmi það að eitthvað barn sé skýrt heldur allir þeir sem skýra sig í reikningunum þeir skýra sig eftir að þeir komið til trúar og skýrnir mynd upp á hvað búið að gerast í hjartanu þeirra. Já, einmitt. En það náttúrulega, þú veist, það ein kirkjudeild sem að heitir Presbyterian kirkja og þau náttúrulega halda í barnaskýrn. Já. Þú veist, það náttúrulega kirkja sem fyrir, þá ekki lúterska kirkjan. Já. En þau vilja þá meina að sé ekki að, þú veist, að þau styðja sína barnaskýrn út frá sko vandalega gamla testamentinu eða ekki? Jú, þeir horfa á þetta sem sáttmálsmerki eins og umskurnin var. Þetta er sáttmálsmerki fyrir fólk Guðs. Já, einmitt. En svo er náttúrulega vandamál þar ef þú ætlar að byrja með við umskurnina þá það bara gagvart strákum en ekki stelpum þá segja að stelpuna voru ekki hluta sáttmálunum og næs. En svona, þeir gefa þau rök og gefa oftast mjög systematíst og löng rök fyrir sínu dæmi en við sjáum alltaf í reyningunum að þetta minnstur að það er einhverju sem tekur trú og fer svo í skýrn eins og Apostolasagan 2. Já, þeir sem tóku við orðið hans létu skýrast. Þetta er þessi 41 og svo er Apostolasagan 8:12. Já, nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnarerindum Guðs ríki og nafn Jesú Krists og létu skýrast bæði karlar og konur. Já. Og þessi munur svona skiptir máli. Eitt er tákn sem bendir á Krist sem er gott en þegar og ég held að við ættum að taka trú sérstaklega alvarlega, skýrn sérstaklega alvarlega út af því að þetta er eitthvað sem Jesús svona sagði okkur að við ættum að gera og þannig að hugsa vel og djúpt þetta og ekki bara gera hefðir úr þessu. Nei, það er rétt. Næst nefnir prestar, klæðnar og heilög stétt. Já, heilög stétt. Já, minnst það náttúrulega fyndið og það er Biblian talar að í Pétursbréfinu. Viltu kannski lesa versið fyrir okkur? Já, fyrir Pétursbréf 2:9 en þið eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalýður til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Já, minnst það áhugavert að þannig segir hann og Pétur er í fyrra Pétursbréfi að skrifa til allra kristina einstaklinga að þið eruð konunglegt prestafélag. Hver og einn kristin einstaklingur er tæknilega að sé prestur. Þannig að ég verið lengi að ströggla við það hvað ég að segja þegar fólk spyr mig hvað ég geri, hvað vinnur við. Ég get sagt ég er prestur, minnst það er ekki réttu orðið út að tæknilega að sé eru allir kristnir prestar en í íslensku samhengi veistu hvað þú veist hvað prestur á að gera og annað eins. En minnst það að vera hættan þar á er að þú gerir minna úr þjónustu bara almennra kristna. Ég kynni alltaf sem forstöðumann. Já, forstöðumann er eitthvað sem ég hef notað. Svo öldungur er eitthvað orð sem Biblian notar en það er rosalega skrítið fyrir fólk að heyra 37 ára einstakling segja ég er öldungur í kirkjunni. Mamma minni finnst þetta alltaf bara öldungur. Eða biskup, það er líka orð samnefni fyrir öldungi í Biblunni. Ég heiti biskup Gunnar. Eða síra eða séra kannski. En og það er samt búið mála svona, þú veist að prestar eiga að vera í hvað heitir þetta? Þetta er ekki kjólar, hvað er þetta sem prestar eru með? Svona kirtlar, prestakirtlar. Já, það eru svona kirtlar. En og aftur ekkert kirtla í Biblunni. Sumir prestar eru með svona olíusýr hálsinn. Já, einmitt. Og ég veit ekki alveg af hverju. Það var einhver sem sagði mér að í gamla daga var byrjað að láta á presta út að það var alltaf svo mikið flasa að detta á svarta kirtil. Þá var látið svona olíusýr hálsinn til þess að ná í flössuna. Nei, það var einhver sem sagði mér þetta sem var í guðfræðin á mig. Þannig að ég er bara eitthvað, ok. En það er kannski dæmi eitthvað sem einhver sagði, ég ætla að redda þessu svona. Og svo er einhver búin að gera þetta í 100 ára og veit ekkert af hverju. Svo er þetta kannski ekki með hár eða flösu, skilur við, bara með olíusýr hálsinn. Svo þetta finnst mér líka eitt svona við hefðir, þú veist, eitthvað sem er svona kannski manna útbúin, er þetta að vera kallaður sko leiðtogi.
Já. svona lofgjörðar leiðtogi Já. hvað sem leiðtogi þú veist Og það er voðalega, það er mikið skrifað út frá kenningum Biblíuna hvað er að vera leiðtogi, en það áhugaverða við Biblíuna er að hún talar ekki mikið leiðtoga, eða sérstaklega Jesú, hann talar þjóna. Já, ég ætla að segja það, það ættir að vera lofgjörðar þjónn, eða þú veist og þaðan Að kemur við verðum að orðið eins og minister, það kemur frá latínu sem er þjón. Prime minister er fyrsti þjónin, minister í samkvæmt, ef þú ert prestur að þá ertu þjón. Já, og þú átt að leiða með því að þjóna, eins og Jesús Kristur kom og leiddi með því að þjóna. Já, og já, en svo er mikið leiðtogamenning úr fyrirtækjum sem hefur komið inn í kirkjuna og ég hef tekið eftir þessu svona pressa allavega á mér, sem er að leiða kirkju og mér líður stundum eins og ég hef að vera CEO líka, eins og ég hef að vera eitthvað svona sjá eitthvað fyrirtæki og búa til eitthvað brand og búa til eitthvað, það er svona rosalega mikið af bókum til presta skrifað svona leiðtogamenningu innan Apple eða hvað er Starbucks að gera eða hvað er, þessi stór fyrirtæki og hvernig getur kirkjan lært af þeim í staðin fyrir að segja, hei, hvað með að við leiðum eins og Jesú, mér langar ekki að reyna að vera lélugur í þessum hlutum, en mér langar heldur ekki að málast meira af menningu fyrirtækja heldur kenningum Krists. Og þarna bara að því að vorum að tala síðast þáttu snerist að tala að passa sig á að getum ekki iðkað kristna trú samhliða stjörnuspeki og þannig. Og ég held að bara það er ekkert bara það er bara með allt skilur við þurfum að passa okkur að taka ekki bara við einhverju sem að tala út fyrir biblíuna skilja og það verður að reyna að taka það inn í eins og þetta skilur við, af því að það er einmitt, af því ég held að einmitt kannski hættan þá við að fara að hugsa svona leiðtogamenningu er það einmitt að þetta fer frá að þú hættir að hugsa sjálfa þeim sem þjón skilur við, þjón Nú ert þú þú ert að þjóna þeim sem eru undir skilur við og Biblían talar ekki vera leiðtogar eins og heiðingarnir eru sem drottna yfir mönnum skilur við, heldur þjónið og þannig að og líka bara þessi hugmyndi að sá sem gerir þjónustu, sá sem sinnir þjónustinu innan kirkjunar er presturinn, quote unquote. Að meina Efesus 4:11 segir að presturinn, quote unquote, að hann gefur gjafir innan kirkjunar, apóstola, spámenn, kennara og hirða til þess að leggja öðrum þjónustu í té. Þannig að þeir sem eiga að vera að sinna þjónustinni er ekki bara þeir sem eru að predika á sunnudögum, heldur er mitt verk í rauninni að þegar ég er að kenna að vonandi gera fólki sem er hæft fólki sem er þarna hæft í að þjóna Jesú í sínu daglega lífi þannig að það er ákveðin mannahefð sem hefur kannski eyðilagt svolítið hvernig almenni kristni einstaklingurinn horfir á sjálfan sig og starf sitt en svo við erum nú ekki með mikinn tíma en það er kannski endum að þessu tónlist Vilt þú tala tónlist? Áfengi er annað sem við getum gert, bygging, kirkjan er stofnun í stað safnaðar ég er búin að skrifa allt og mikið fyrir alla þess að þetta en ef við tala tónlist aðeins Vilt ekki bara fara í lokaorðin og bara við nefnum bara eins svona ef við nefna tónlist út að þetta er mjög þetta er mjög svona, gerist rosalega mikið í íslenskum kirkjum hvort sem að segja, hei það þarf að vera orgelisti eða hei það þarf að vera rafmagnsgítar, bassi fullt band og rock en það er svona ákveðin tónlist að fólk leggur upp á því eins og Efesus 5:19 segir talið hver við annan með sálmum, lofsöngum og andlegum söngum þetta er ekki rétt uppur ykkur annan áminnið uppur við ykkur annan Efesus 5:19 örgulega gott að lesa þetta heima hér en það er sagt að við eigum að syngja sálma og lofsöngva og andlega söngva en það eru suma kirkjudeildir sem hafa lagt upp því að raunveruleg lofgjörð lítur svona út sumir eru bara með píanó fyndna er að það er ekkert píanó fundið í reikningunum og var ekki fundið upp eftir að reikningarna voru skrifaðar eða heila á randi starfar ekki nema þessu 120 decibel og við erum bara að missa heyrnina hægt og rólega og líka bara þú veist alveg komið rosa mikið í kringum svona náttúrulega bara hvað maður segja, í dag náttúrulega bara þú veist tónlistamindbundin og skilur svona framleiðsla framleiðsla og hlutum þú veist
maður heyrt líka af bara svona svona hæp fólki, þú veist, sem eru að íta undir kannski, eða hæpa fólku upp eða eitthvað, þú veist, svona framkalla svona gæsa húð og, og ég myndi segja, passaði bara að spyrja ekki, þetta minn stíl, heldur lætur þetta orðkrist búa ríkulega á meðal okkar, þú veist, og þetta benda á orðkrist, við nálgumst þetta þannig í okkar biblíu, í okkar kirkju, með því að segja bara, ég trúi því að Guð gefi fólki gjafir sem getur notað til þess að byggja okkur upp. Þannig að ég ætla ekki að pæla í stílnum, ég ætla bara að hugsa hvaða fólk hefur Guð gefur okkur sem með ástríðu fyrir lofgjörð og leyfa þeim þá að nota sína gjafir til þess að byggja upp kirkjuna. Svo einhver önnur kirkja með einhver annað fólk en þau eru með allt annan stíl en sömu gjöfina að nota söng og lög til þess að byggja upp kirkjuna. Og ég held að það sé fallegt og þá er kannski ein kirkja sem getur ná til ákveðis hóps af fólki og önnur kirkja sem með styrkleika ná til annara. Að því að við erum öll að vinna sama verkefni, krakkar. Byggjum Ríki Krists, ekki kirkju. En þannig að við erum allt og lengi núna. Já, ok. Það er kveðja fólki. Við ætlum að kveðja. Bara takk fyrir að hlusta. Takk þér kærlega fyrir að bara gefa ykkur tíma að hlusta á okkur og bara við erum svo þakklátt fyrir enn og aftur ef ykkur langar að senda ykkur spurningar þá getið þið senda inn á gunnar@lofstofan.is, þið getið líka farið inn á trúolíf.is blasir það þá bara við á síðunni. Já, það er á fyrstu síðunni að senda spurningar þar. Já, það er að senda þar spurningar inn á og biðið fyrir okkur fyrir næstu serju. Endilega biðið fyrir næstu serju. Já, ég held að það sé bara komið. Þannig að Guð bless ykkur og þangað til næst. Bless.